eitthvað, ég hef alltaf verið að þið voru á Solstice daginn, þið sáu Big Sean og þið sáu Rick Ross. Who you suckers think you're tripping with? Yes, I'm the boss. Og ég upplifði þetta eins og ég hef oft upplifði. Ég upplifði það á Frank Ocean og Ray Shremmerd, ég dýrka þessa listamenn, en að sjá það live var eitthvað svona pínu underwhelming. Ég veit ekki hvað það er. Ég held að Young Thug verði overwhelming. Ég held að þetta verði geðveikt. Ég þekki allan katalógin frá byrjun til enda og ég trúi ekki öðru en þetta verði klikkun. En þú veist, þetta vídeo verður sýnt eftir og þannig að ég mun þetta hatt þennan stað og þetta fucking suckar ef hann verður eitthvað blindfullur, mætir seint og verður erfiður. Blaze that ass like a candle, honey. Ferragamo shower shoes for me. Er senan stækkandi? Senan er bara orðin eitthvað óstuðandi afl sem að enginn getur beislað, sko. Það er búið að vera svo mikið kjaftaði í mörg ár, þú veist alveg að koma og fara og rapp er það hallarslegasta og versta í heimi. Ég er búinn að vera það svo lengi að það er alveg, ég lendi í nokkur sem hugsa bara hvað er ég að smá, er eitthvað mamma ána með þessa ákvörðinu, ég sé bara eitthvað að rappa. En í dag, í dag er margt í gangi, það er margir ungir, ferskir, frumlegir að koma fram og fyrir mig persónulega þá erum við bara með mjög good thing going, við vorum að gefa þriðju plötuna okkar. Ég heima horf og regni falla, missi hóti naga, neglut nada, skalla veggi meðan það veggi malla. Fáar íslenskar hljómsveitir, gefa út 3 plötur og þú slá svona að viðhalda ferlinum einhvern veginn. Það eru góða hlutir í gangi og ég er spenntur. Þessi ungu gaurar eru með eitthvað sem að ég hef ekki, get ekki þóst hafa og ég elska það. Á næstu 2 lög. Fyrir næstu 2 lög er þarna, Einn prodúser og einn rappari. Einn prodúser og einn rappari, ok, mér langar, og þetta er kannski algjör klísa, mér langar að vinna með Martini, Banger Boy Og Banger Boy á beatinu og ég væri til í að rappa með Birni. Þú ert að flexa til að gera eitthvað, ég er ekki einu sinni að flexa og ég með þetta. Segist alltaf alla að gera sín. Ég veit það ekki, ekki fucking hugmynd og það er einhvern veginn, the beauty of it, það er ekkert plan, bara að halda áfram á meðan þetta er gaman, sko. Ef þetta verður leiðilegt, þá bara hætti ég. Þetta verður umboðsmaður eða eitthvað, það er ekki eðið. Fara í bókmennti? Það er ekki eðið, það verður fucking ekki eðið. Ég þarf einhvern veginn bara að brúa þetta bil á milli þess að vera rappar og textahöfundur yfir í það að verða eitthvað skáld. Kannski ég gerir það eftir 10 ár. Gefa út eitthvað, ég veit það ekki, haiku ljóð. Ég veit gott.